fyrir. Þetta hérna, ég ákvað eiginlega að tala þetta því að nákvæmlega þetta efni að því að ég var að ræða þetta við Eirík Smára daginn, hvernig þetta virkaði. Og þá áttaði ég mig á því að það væri kannski svona ákveðin óvissa svona almennt með það hvað þetta nákvæmlega er. Það er rosalega mikið talað þetta IIIF í þessum stafræna hugvísinda heimi en það er ekkert sérstaklega það er ekki alveg hlaupið að því að komast inn í hvernig þetta virkar og hvernig það á að hagnýta það. Þannig að mér fannst svona skynsamlegt að ég myndi kannski bara aðeins spjalla hvernig ég hef verið að nota þetta. Þannig að og frekar en að vera eitthvað endilega á einhverjum djúpum tæknilegum nótum sem að ég mun nú samt örugglega detta niður á öðru hverju. Að vera frekar bara með sýnidæmi og segja ykkur svona frá þessu í kringum þau. Þetta er sem sagt, þetta er ok, recording stopped. IIIF stendur sem sagt fyrir International Image Interoperability Framework og þetta er staðall sem að hefur verið unnin að miklu leyti að frumkvæði stofnana sem að miðla einhvers konar menningararfi eða listaverkum eða öðru slíku og hann gengur dálítið mikið út á það að samræma hvernig upplýsingum safnkost er miðlað, sérstaklega safnkost sem er er hljóð, myndir, ljósmyndir eða hreyfimyndir. Og þetta virkar þannig að hér er þessi fína mynd sem er teknað af þessu. Sjáið þið músina sem ég hreyfi hérna. Já, ég heyri ekki neitt, en... Jó, við sjáum hana. Ok. Það sem að mér fannst vera bratt í þessu það er að ég þurfti að í raun og veru að vera með tvennskonar eða þrennskonar miðlunarbúnaði gangi, einhvern miðlar til að miðla myndunum. Svo þurfti ég að miðla metadata og því sem þarf að vera utan í myndina, svo hún birtist og svo kom kannski vefsíðan eða það sem að skipti máli fyrir það sem átt að sýna. Og það sem að eru svona grundvallar hlutar IIIF, það er það sem að heitir Image API eða API, sem er Application Programming Interface, og svo Presentation API. Þessi Image API, hann sér að birta upplýsingar myndina eða vídeó eða hvað sem það er sem að miðlarinn á að miðla. Presentation API-n, hann hins vegar keyrir í vafranum hjá þeim sem eru að skoða og hann stýrir því hvernig, hann kemur á samskiptum milli skoðarans annars vegar og miðlarans hins vegar, þannig að þeir geti sent sín á milli upplýsingarnar sem að þarf að birta hverju sinni. Og þetta virkar þannig að myndmiðlarinn, hann þegar að skoðunarbúnaðurinn vill fara að skoða eitthvað, að þá byrjar hann á að spyrja bara hvað ertu með og þá fær hann eitthvað svona svar. Það sem kemur fram, já þetta er mynd, hún er svona og svona stór og ég á til vistaðar 4 útgáfur af henni í þessum stærðum og myndin er öll brotin niður í flísar og það er hægt að súmma frá raunstærð og í 2-falt, 4-falt, 8-falt og 16-falt. Og þá hefur orðið svona handaband á milli myndmiðlarans og vefmiðlarans og það þýðir að þegar skoðunarbúnaðurinn ákveður að sýna myndina, þá getur hann beðið alls konar hluta af mynd eða hvað sem er
og þá getur myndmiðlarinn í raun og veru bara brotið myndina niður og sent hana í bútum. Og það gerist einnig að ef að myndin til dæmis alveg gríðarlega stór, að þá getur miðlarinn séð að senda myndina til að byrja með í litlum gæðum og auki svo gæðin smátt og smátt, þannig að biðtími yfirleitt svona frekar stuttur. Ég held að það sé best að ég sýni ykkur bara dæmi hvernig svona lag er virkað. Hér erum við með AM Íslfask 3511, mynd sem Siggi tók, og ég er að birta myndina hérna í gegnum Mirador græjuna og hún virkar þannig að ég get, sem sagt, ef mig vantar að sjá betur til dæmis máðaorðið hér, þá get ég zoomað inn og mögulega átta mig betur á því eða spáði í hvort að þetta sé, er þetta vax eða. Og ég get flett á milli mynda og skoða hérna í innsigli og einhver glósa hérna, mér sýnist þetta að vera rithönd Árna Magnússonar. Og svo er þetta í innsiglið og af því að myndin er mjög góð, að þá er hægt að zooma mjög djúpt inn á hana. Og ég veit svo sem ekki hversu smúð þetta fer frá mér til ykkar, en þetta gerist allt svona tiltölulega hratt í vafranum hjá þeim sem eru að skoða. Það gerist mjög hratt hjá okkur hérna líka, finnst mér. Já, gott. Og annar kostur við þetta er sá að það sem ég er með undirliggjandi þarna er þessi mynd, eru þessar myndir sem að Siggi tók af skjalinu og innsiglunum. Og hver og ein þeirra er líklega starfið fótboltaöll eða svo. En ég get, þegar nú er verið að búa til vefi utanum þetta til þess að sýna skjölin og upplýsingarnar þau, að þá getur miðlarinn líka séð að búa til svona thumbnails. Þannig að það verða til litlar, hann getur það bara sýnt mynd, það sem að Trausti, þegar hann annað þetta, þá getur hann sagt, já, myndin má bara vera 120 pixlar eða 200 pixlar eða eitthvað svoleiðis, og þá sýnir miðlarinn það bara og gerir það mjög hratt og mjög snöggur að henda þessu tilbaka. Og þetta stundum það þannig að maður vill geta zoomað svona rosalega djúpt inn, af því að það er bara grundvallaratriði að geta komist í að horfa á smáatriðin. En það sem að þetta er líka mjög heppilegt í, það er að birta mikið magna myndum saman, og ég notaði þennan staðal og þessar græjur á þessum vef hjá Þjóðskjalasafninu, þar sem að eru ýmiss konar upplýsingar. Það eru landamerkjabækur, jarðamöt, fasteignamöt og aragrúa á túnakortum. Og við getum séð hérna, förum þessa leið, það er miklu skemmtilega. Ef við förum inn á kortið, þá fáum við að sjá, hér eru bæir og við getum skoðað einhvern bæ. Þá eru þetta heimildirnar sem eru til bæinn og ég get að sé þetta túnakortið sem er til, og það er líka þannig að ég get zoomað inn eins og þarf, og síðan get ég séð frásögn landamerki Brekku í þessari landamerkjabók og get þá zoomað inn eins og ég þarf til þess að skoða það sem hér er. Og hér eru reyndar í þessari bók eru, ef ég fer tilbaka hérna, held að séu þar sem að landamerkja lýsingar eru skrifaðar. Ekki skoða þessi hérna, þetta er fallegasta
landamerkjabókin. Séð hérna titilsíðuna, ákaflega hugur. En meðfram þessu eru sem sagt uppskriftirnar sem fylgja. Þannig að þegar við flettum hérna á milli og skoðum næstu síðu, þá fáum við uppskriftirnar á þeim síðu. Og þetta hangir allt saman nema ég ákvað að láta þessi uppskriftirnar birtast til hliðar frekar en að hafa þær inn á myndinni eða eitthvað slíkt. Bara til þess að allt væri læsilegra og þægilegra. Og síðan gerði ég í raun og veru léttari útgáfu af þessari græju fyrir Þjóðskjalasafnið. Þetta græja sem að mun í raun og veru vera við hliðina á nýja skjalastjórnunarkerfinu sem þau eru að innleiða hjá sér núna. Þannig að það sé þetta, þá geti sé þetta fara stökkva beint úr skjalastjórnunarkerfinu í að skoða myndir af skjölunum sem að þar eru. Og það þá það sama, við getum skoðað og flett. Og hér í þessum tveimur tilfellum þá ég að nota Mirador, hvað segir maður viewer, sýnerinn í þar sem að ég að sýna fornbréfin, en þetta hjá Þjóðskjalasýningin, hún fer allir fram í gegnum þennan viewer sem heitir Universal Viewer, og það að mjög miklu leyti vegna þess að það miklu auðveldara að fá hann til þess að hegða sér eins og bók. Þannig að maður flettir þá í opnum og svoleiðis. Meðan að þetta hér, þetta kannski, við erum yfirleitt ekki með fjölda síðna í hverju skjali nema mögulega einhverjum bréfabókum. En í flestum tilfellum skiptir meira máli að geta fengið bara stakar myndir, þokkalega stórar. Þetta er þannig að á þessum vef, eða í þessum grunni þar sem að fornbréfin eru, þá verið að mynda öll bréfin upp á nýtt. Og bréfin þau eru flest í Reykjavík, annars vegar á Árnastofnun og hins vegar á Þjóðskjalasafni. Síðan eitthvað af bréfum hjá Þjóðskjalasafninu í Noregi og svo góður slatti hjá Árnastofnun í Kaupmannahöfn. Og það verið að mynda þetta allt saman og raða þetta inn, og ég held að þetta séu orðnar 80.000 myndir sem eru komnar þarna inn núna. Og þær liggja bara þarna inn á malandi myndasárvörnum og bara kastað út eftir þörfum. Mjög heppilegt. Jarðavefurinn aftur á móti ætli það sé ekki komnar inn einhverjar 6-10.000 myndir þar. Ég held það. Og hver mynd þá ein blaðsíða eða eitthvað slíkt. Og ég var svona frekar ánægður með að hafa geta komið þessu á eitthvað svona skikkulegt form, þessum gríðarlega myndafjölda. Þegar ég réðist í nýjasta verkefni sem ég núna að möndla sem fyrir Ömúlsólbúan, sem að raun og veru díalekt orðabók yfir dönsku. Ég ákvað að fletta upp orðinu líklað, sem andstæða við það sem Danir eru. Og hér ég með við hvert orð, þegar ég fletti, að þá getum við séð ef ég stekk bara á AF til þess að sýna ykkur hvernig þetta lítur út í listanum, að þá getum ég séð hversu margir seðlar eru á bakvið, af því að þetta unnið upp úr seðlasafni. Og þegar við skoðum orðið, þá fáum við upplýsingar um framburð og þá á hvaða díalektsvæði hver framburður og að auki sýni þá alla seðlana sem að tilheyra
þessu orði sem að þessi færsla var runnin upp úr. Þannig að þetta eru raun og veru svona frumheimildirnar sem að voru notaðar og þá gefst þetta kostur á að skoða hvern og einn af þessum seðlum og átta sig á hver skrifaði og svona. Á seðlunum síðan skráð metadata sem að reyndar ekki komið inn að öllu leyti, en metadatað á myndunum í raun og veru það sama og ég að draga út hér til þess að birta meðfram. Og það sem komið hérna, það sem búið að editera úr þessu safni, það sem sagt frá N og til N. Og þetta ég held að þetta séu rétt rúmlega 2,2 milljónir seðla sem eru þarna bakvið. Og ég með aðrar 3 milljónir seðla sem að tilheyra nafnfræðasviðinu, þar sem eru bæjarnöfn og mannanöfn og alls konar. Og þetta þannig að ég dálítið ég búinn að vera í því dálítið að moka úr skjalaskápum og einhverjum svona indexkorta rekkum inn á vef, sem ákaflega heppilegt fyrir þá sem þurfa að vinna með þetta, myndi ég halda. Eru allar þessar milljónir mynda, þeim öllum miðlað með þessari tækni? Já. Ég sem sagt stillti upp tölvu og lét hana lesa allar myndirnar sem höfðu verið teknar og rigga þær til, þannig að það var hægt að setja þær inn og færa þær á nýjan stað. Og ég lét þetta keyra nokkrar nætur, held að ekki verið 5 nætur í allt sem það tók að koma þessum 2,2 milljónum mynda á sinn stað, svo það væri þetta miðlaði. Og nú ég að gera í raun og veru það sama með restina af þessu, sko. Þetta hefur hingað til verið á vef sem heitir Spósamlingar á vefnum hjá Kaupmannahafnarháskóla sem kannski einhverjir þarna kannast við, af því að þar inni eru allar svarthvítu myndirnar af handritum úr Árnasafni sem voru teknar hérna fyrir áratugum síðan. Og ég svona að mjaka því í áttina því að verða kannski aðeins notendavænna og hvað segja, þannig að það verði fljótlegra að fletti því. Og það verði léttara í vöfum heldur en það gjarnan. Það sem sko, það sem var bratt við þetta, eins og ég var að segja í upphafi, það að ná utan það að þetta var allt að koma héðan og þaðan, að myndin og grundvallar upplýsingarnar hana, myndin sjálf, hún liggur hér, síðan metadatað á öðrum stað ásamt þá upplýsingum sem að tilheyra vef viðmótinu, og það þurfti að möndla þetta allt saman og fá þetta til þess að hanga saman inn í þessu Presentation API, og þar inni grundvallar skjal fyrir hvert og eitt einasta snitti, hvort þetta bók eða safn af seðlum fyrir eitthvað ákveðið orð. Og það lítur það bil svona út, kannski ekki endilega læsilegt, enda þetta gert sérstaklega til þess að þetta sé sko tölvulæsilegt frekar en mannlæsilegt. En svona manifest skrá, hún í henni sagt með mjög stöðlugum hætti hvernig bók samsett. Hvar myndirnar af hverri síðu eru gemdar, hver slóðin að myndin í hvaða röð myndirnar eiga að birtast og ef það eru einhverjar athugasemdir, eitthvað kommentari, eitthvað svoleiðis, þá hægt að bæta því þarna við og það hægt að hengja inn í þetta metadata. Og í raun og veru það sem að staðallinn gerir fyrst og fremst, það að halda þessum þumalskrúfum á
af bæði hvað maður segja, forriturunum og forvörðunum að halda öllu bara á teinunum, sko. Og þetta reyndist ansi snúið, en ég vann mig út úr því með því að búa bara til sérstaklega græju til þess að halda utan um svona myndir og gubba þeim út, þannig að ég komin yfir hjallinn, ég þarf ekki að fara yfir hann aftur. Nú það búið, nú það frá, ég get verið að gera eitthvað annað, eins og að kópira 3 milljónir mynda eða eitthvað svoleiðis. Þetta eiginlega allt sem að ég hef að segja, en ég alveg til í að kjafta þetta.